Og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4 og til mín eru komnir núna 2 tenorar, hvorki meira né minna. Velkomnir Yngvi Rafn og Óskar Pétursson. Takk. Og til hamingju með daginn daginn. Þú varst 90 ára. Takk fyrir það. Það eru stór tímamót. Já, það maður skilur það ekki. Nei. Það maður sé góðan langt, því að maður var að spekulæra í þegar ég var eitthvað fertugt hvort ég myndi, myndi lifa þessi aldamót. Já, hugsaður. Já, og nú bara komin 20 ári viðbót. Já. Og þá slær maður náttúrulega bara í eina stóra söngveislu, ekki satt? Jú, ég var svo heppinn að eiga yndislegt fólk í kringum mig, bæði fjölskyldu og vinir sem komu þarna til að gera þetta stóran dag fyrir mig og ég held bara bæjarbúa almennt. Já. Þetta var í Akureyrarkirkju og margir frábærir sem komu fram og sungu þar á meðal, þú Óskar. Nú misti ég af þessu, ég var önnum kafinn, en hvernig var þetta? Hvernig upplifðið þú þetta? Ég upplifði þetta bara sem mikla hátíð. Já. Því að þess að heiðra þennan höfðingja sem búin að gleðja okkur, eins og vorum að tala hérna áðan, bara yfir 80 ár með söng. Já, síðan var 30 ára, ekki satt? Í teboðinu. Og svo skemmtileg saga sem þú sagðir, ef þú kannski stiklar á stóri með hann aftur hérna með teboðið. Þú byrjaði svo snemma að syngja. Já, það var einhverju sem tóku eftir því að þessi strákur hefði einhverju rödd sem að væri, líklega gaman að láta hans breyta sig eitthvað. Já. Ég ger mér ekki grein fyrir því, en þetta var þannig og jú, svo hélt þetta nú áfram, en það var náttúrulega hlé á söngnum svona hjá mér. Kannski ég fór í fóstur út í sveit, eins og það kallaði. Já. Og vegna þess að ég missi nú móður mína þegar ég tæplega 2 ára á berklunum. Já. Og faðir minn, pabbi Jóhann Ó. Haraldsson, hann lendir líka í þessari krísu og komst nú frá því með eiginlega, hvað ég að segja, hann misti annað lunga. Já, en hann var líka söngvari. Hann var mikið söngvari, aðaltenorinn í Geysir, kringu 1930 og fór á Alþingishátíðina. Og ég, móðir mín, þá innskripp, hún fer á hælið, Kristneshæli, í 1930, ég 6 mánaða gamall og hann fyrir sér í Reykjavík og syngjandi á Þingvöllum. En það voru þarna, við vorum 3 tenor og þeir nú orðnir 4 í dag sem vorum kannski í röð. Afi minn, sem var mikill tenor, einn af aðaltenorum í kallakórnum Heklu, sem fór til Noregs 1905, það var svona innskott. Og svo faðir minn og svo ég og svo Jóhann sonur minn, það að vísu hann syngur bara annan tenor í fóstbræðnum. En mér skilst að sé þar fyrst og fremst vegna að hann svo tónnæmur að þeir sáu það að væri gott að hafa mann sem væri frekar næmur á tóna. Og þannig nú þetta. Sko. Og hafa leiðir ykkar leið oft saman í tónlistinni eða? Fekkana? Nei, ykkar hérna, Óskars og þín? Já, ekki mjög oft. Við erum náttúrulega svo sem raula fyrir hvern annan, en ekki verið saman í kór. Nei, það svo merkilegt með það og gaman að Óskar kom inn á það. Ég var með að hugsa að við höfum ekki sungið reynlega saman í kór almennt. Viljið þið eitthvað bæta úr því hér og nú eða? Já, það spurningum að geyma þá til eftir bara. Já. Þetta var svona smá grín. En við erum sem segi, ég náttúrulega, þegar ég kem hingað 72, það er að verða hálf öld síðan, þá náttúrulega fór maður strax í þetta kallakórastúrs. Þá náttúrulega kom nafnið að Yngva strax fram sem aðal tenors í hérna með fullri virðingu fyrir öllum öðrum. Sem einn af máttarstólfum Geysis. Ég fór í Kallakór Akureyrar. Þannig að þú hefði alltaf vitað á honum. Já, maður lifandi. Sem einhverjir sem hafðu
hefðu eitthvað lag þeir vissi af Ingvarafni, það alveg hreinu. Hvað myndið þið segja að tónlistin svona sé fyrir ykkur? Getur þið hugsað ykkur líf án tónlistar? Hvernig væri það? Ég þekki bara ekkert annað. Nei, þið er ekki að spyrja þið er ekki að spyrja svona tónlistar með svona. Þið sjáum náttúrulega ekkert fyrir sér og enginn gerir það náttúrulega. Nei, ég veit ekki. Það væri nú ansi margar blaðsíður auðir hjá þér ef þú hefðir ekki verið í stanslausa stúsi. Já, ég neita því ekki. Þetta er eitthvað annað á þeim. Stór þáttur í mínu lífi þó að sé nú tölvöld fjölbreytt. Svona í félagsmálum og öllu skrambanum. Þú ætlaðir aldrei að leggja fyrir því tónlistina, eða hvað? Kom það einhvern tíma til greina? Nei, ekki, já. Það var orðið dálítið seint. Ég get viðurkennt að það er eiginlega þegar við erum að fara í Kallakór Akureyri í Norðurlanda söngverð 1967. Þá Sigurður Demes komið hérna til þess að var að þjálfa Geysir. Ég var í Kallakór Akureyri þá og hann fengið til að svona leiðbeina að athuga með tenorana í þessum Kallakór Akureyri. Og ég fer til hans og get svona sagt það bara eins og það kom fyrir mig þá að ég fer bara beint til hans svona sér, við mættum eitthvað sérstaklega tenorarnir frekar. Það náttúrulega varasamast á röddin og aðalröddin sem byggist á. Nema hann bara lætur nú eitthvað skala svona og tónu og upp og niður og svo bara spilaði hann eitt lag og ég man og syngdu þann og ég man að það var hvað var það? Á Heiði. Ég reið sumar 8 á Heiðilegri Heiði. Og það var ekki nóg með það og hann kláraði það og hann ekki að spila annað lag. Og það var við Sundið. Já, takk. Og svo þegar þetta búið, þá spratt hann og frekar snöggt upp og hann spyr mig, ég man alltaf orðin, hvað gamall Yngvi? Ég nú 36 ára, sagði ég. Já, ég hef nú hitti fyrir svona 10 árum síðan. En það ráttur á sveint, segir Demes. Við bundumst nú þannig vinaböndum og ég var svo í svona frjálslegu námi hjá Demesinu, hann var nú 13 ár hérna á Akureyri og... Heldur að ef hann hefði hittið 10 árum áður þá hefði hann bara sendið lóðbeint í nám, eða hvað? Ég veit ekki, ég hef ekki hugsað svo langt. Nei. En þú hefur verið rafvirki og unnið við það, svona... Já. Fyrir salt í grautinn. Fjölskyldan var nokkuð stór. Já, þú átt mörg börn. 10 manna fjölskylda. En hérna á tónleikunum, þú söngst eitt eða fleiri lög. Söng ég? Ég söng 2, 3 eitthvað í mann. Og svo með öðrum og svona. Og eigum eitthvað að tæpa á þeim sem tóku þátt í tónleikunum. Það var til dæmis Kristján Jóhannsson sem við ætlum einmitt að fá að hlýða á hérna eftir þetta einslag. Þeir voru saman í kórnum. Og þeir voru saman í kórnum. Við stóðum hlið við hlið og ég man að ég heyrði þá og að tala við mig að við stóðum hlið við hlið í 2 vetur þarna. Og var það áður en að hann fór út í heim? Já. Og hérna var nú farin að vekja Dagsjó með náttúrulega raddsterkur og annað og kannski þótti ég nokkuð raddsterkur líka. Þannig að það var einn maður sem hafði orð á því að lítist ekkert á að þessir náungar stæðu nú hlið við hlið. Það myndi ekki heyrast mikið í hinum eða eitthvað. Við vorum voðaprúðir og reyndum að falla bara saman. Söngbenn eiga að falla saman. Það búið að vera verulega gaman að fá 2 tenóra hingað í sófan. Takk kærlega fyrir komuna. Við ætlum að enda þetta á því að sjá lag frá tónleikunum. Það er Kristján Jóhannsson sem syngur Conte Partiro. Sono solo sogno all'orizzonte, mancan le parole. Io lo
lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, sulle finestre mostra tutto il mio cuore che hai appeso, chiudi dentro me la luce che hai incontrata per strada. Con te sono solo, sogno l'orizzonte, mancano le parole e io sì lo so che sei con me.